Næsta, að ná og halda athygli iðkendana á meðan þeir eru að útskýra eitthvað eða þeir eru að segja einhverja sögu eða eitthvað annað slíkt. Þannig að það fyrsta sem ég mæli með hérna er að búa til einhverja hefð. Hvernig ætlið þið að fá athyglina? Ætlið þið að flauta, ætlið þið að kalla eða eitthvað slíkt, þannig að þau viti hvað er ætlast til að ykkur og þau viti áður en að það er gert. Þannig að ef þið eru með einhverja hefð það að nota flautu, þá vita hvað flautan þýðir. Svo er það, hvað gerist þá? Þeir setjast niður, fara allar á einhvern ákveðinn stað, að vera búin að ákveða þessi hluti ef þið komið upp í vegginn, ef þið búið til hring, að þið þekkið þessi helstu form að því hvernig þið viljið fá hópinn saman áður en þið talið við þau. Þannig að ef við tekjum til dæmis dæmi, þá notum við yfir einn af þremur hlutum, koma saman og setjast, fara niður á einn hné eða koma upp í vegg. Við notum eiginlega alltaf eitthvað af þessum þremur og þau þekkið það, þannig að þau heyra skilaboðin og vita hvert þau að fara og hvernig á að gera það. Þannig að líka staðan ykkar er það sem ég er að tala um þarna. Á maður að sitja, má maður að liggja, viljum þessu standandi, að þau þekki það hvernig líkastöðu þau viljið að þau hafi í hópnum. Og þá strax eru þau ekki bara að reyna að stoppa það sem þau eru að gera, stoppa verkefni sem þau eru í, heldur eru þau komin í nýtt verkefni. Verkefni er það að setjast niður, eða verkefni er það að koma niður á einn hné, eitthvað svoleiðis. Notum svo 3x3 aðferðina sem við munum eftir hérna, að fá augnsamband á milli iðkendana í hópnum, nota nafnið og viðeigandi snertingu. Sérstaklega ef það er einhver sem á það til að missa einbeitingu, að nota þann iðkenda svolítið til þess að snerting og eftir að fylgjast með að nota það í þess sem þeir eru að segja. Svo er það að nota stikkor sem að þið fáið þau til þess að endurtaka. Þannig að ef að til dæmis við erum að fara að gera ákveðið spark og ég segi að við þurfum að passa upp á hnéð í þessu sparki. Hvað þurfum að passa upp á? Og þá segja allir hnéð. Við ætlum að gera framspark. Hvaða spark ætlum við að gera? Framspark. Þá eru þið að fá þau til að taka þátt í umræðinni og það er miklu meiri líkur þau muna þetta og halda athygli með þeir útskýra það sem þið eru að segja. Og svo er það að nota einhvers konar staðhæfingar. Þannig að ef allir þið finnir það að þið eru ekki búin að segja allt sem þið ætlaði að segja og þið finnir að hópurinn jafnvel er að fara að missa einbeitinguna eða jafnvel áður en það gerist, að þessi góð venja að stoppa kannski í miðri setningu sem þið eru að tala og segja ég er sterkur, ég er ákveðinn að fá allar hópinn til þess að fá smá pepp, lifna við, gera eitthvað og svo getur þið klárað það sem þið ætlaði að segja. Annað varðandi það að ná og viðhalda athygli er að passa auðvitað þetta sé ekki of langt. Þannig að reynið að hafa þetta undir mínútu eða þið getið það sem þið eiga að segja af því ef þið getið ekki sagt þetta á mínútu þá er þetta kannski of erfitt fyrir þau sérstaklega ef við erum að tala um krakka.